En Pavel, nokkuð öruggur sigur á sprækuliði Þórs Akureyri hér í kvöld. Hvað er að skapa þetta fyrir þína drengi? Mjög góð vörn, fyrst og fremst og gaf okkur smá öryggi í sóknarleiknum og bara mjög gott í alla staði fyrir utan fyrsta fjórðunginn. Mjög góð vörn, mjög einbeitt vörn og klárlega eitthvað sem maður vonar að við séum að fara að halda í. Þetta er held ég það sem getur fleytt okkur áfram, það er svona varnarleikur. Stutt í play-offs en þið virðist vera að ná ykkar vopnum ansi duglega þessa síðustu leiki og vikur. Þetta er að batna, þetta er miklu betra sjálfsögðu þetta var, en ég vona að þetta sé ekki komið ennþá. Ég held að þetta er ekki nóg fyrir mér alltaf. Ég held að það eru 2-3 þrepi viðbót sem við þurfum að klifra áður en að ég verð ánægður. Við komum með heimavöll núna af því að KR tappa, þá eru komin í 4. sæti, heimavöllir í fyrstu umferð. Þið lítur samt að vera ánægð með það að vera að klifra upp töfluna. Það er bara 100%. Það er náttúrulega fyrst og fremst sem að skipti máli að bara vera í raun og veru í úrslitakeppni og svo bara að reyna að vera með eins þéttan og góðan pakka, eins þétt og gott vopnabúr og þú getur þegar þú kemur í úrslitakeppni. Þá getur þú mætt hvaða sem er, með hvaða styrkleika og veikleika sem er og þú þarft að geta aðlagað því að þeim. Þannig að hvaða lið sem að það verður, ef þú komast í úrslitakeppnina, sem að lítur vel út núna, að þá bara vonandi verður við komnir á þann stað að við getum bara farið í pokan og sagt þetta. Þór Þórðarsson í næsta leik, það verður andstæðingur. Hvað við krumum að búast að valslínu þeim leik? Vonandi bara, þú veist, Þór Þórðarsson er mjög skemmtilegt lið, þetta er sérstakt lið að spila ákveðin körfubolta. Þeir eru mjög öruggir í því sem að þeir eru og ég vona bara að við verðum bara vel undirbúnir undir það. Það er ekkert að fara að koma okkur óvart í þeirra svona sérstaka leikstíl. Að við verðum vel undirbúnir og við förum í pokan og við drögum eitthvað upprúnum sem er að fara að virka. Vona á sjálfsögðu bara kannski að halda áfram að sýna sama metnað og einbeitingu í vörninni í 40 mínútur. Þá, þú veist, er ég til í hvað sem er. Og það skiptir einhverjum máli við erum að fara að spila, við munum alltaf eiga séns ef við gerum það. Alveg í lokin, hvernig á þetta aukna leikjaálag eftir að fara á hann í hína menn núna næstu vikur? Aukna, er þetta ekki bara áfram eins? 6 fyrir á 2 vikum eða eitthvað? Ég held að bara svo lengi sem við stoppum þetta ekki aftur þá er mér alveg saman. Ég skal spila einn leik á hverjum degi þess vegna, svo lengi sem að þeir stoppa ekki aftur. Maður er komin á þann stað að aukið leikjálag er ekki jafn slæmt og langar pásur. Frábært, takk fyrir þessu.